Góðan dag og velkomin í Gunnan Brassars. Ég er meitt klár og það eru vettlingar, þessi hérna, og það er svo skrítið með það að þegar ég er að prjóna vettlinga að þá finnst mér svo leiðilegt, erfitt, eitthvað. Ég ýti því svolítið á undan mér að prjóna þumlana, þannig að þessir vettlingar voru þumlalausir bara í marga mánuði. En daginn að þá hugsa ég bara nei, nú ætla ég að klára þetta. Sem ég og gerði og bara er ánægð með þá. Þau eru bara mjög fínir. Og þetta var úr garni sem ég átti hérna hjá mér. Eitthvað dökkt. Eitthvað mjög gamalt garn og þetta er held ég sokkagarn úr storkinum. Svona sem skiptir litum, ég hef notað í fleiri verkefni. Kemur bara mjög vel út, þannig ég er ánægð með þetta. Í seinasta þætti var ég að tala garnir sem ég keypti og það var þetta hérna tvennt sem ég ætlaði mér í sjal og það er þetta sjal. Ég byrjaði á því, var agalega spennt og byrjaði á því, ég búið með hérna örfáar umferðir og nefið var bara ofan í bókinni og ég var ekki að skilja alveg uppskriftina og ég sagði bara, nei veist það, ég nenni ekki að gera þetta. Þannig að ég stoppaði og er að spá í hvort ég eigi að byrja aftur og hérna athuga hvort að ég hafi meiri þolinmæði í næsta skipti. Ég ætti nú kannski að gera það, að sjá hvort að þetta eigi eftir að ganga hjá mér. Og ef ekki, að þá ger ég eitthvað annað úr þessu. Maður á ekki að vera að vinna verkefni sem að fara í taugarnar á manni. Mér fannst einhvern veginn uppskriftin vera svona pínu, ég vissi ekki alveg hvað ég var að gera. Mér fannst þetta vera svolítið svona snúið. Þannig að eins og mér finnst þetta fallegt sjal og langar að gera þetta en ég ætla ekki að eyða tíma í það að vera með nefið ofan í bókinni og þau eru alltaf bara, þú veist, telja og eitthvað svona. Þannig ég veit það ekki. Það kemur í ljós. Ég held ég geri aðra tilraun að vinna þetta. Nú ef ekki, þá svo ég segi, finn ég eitthvað annað fallegt til þess að gera úr þessu. Svo líka það að ég á nóg af sjölum. Ég er búin að vera svo duglega að prjóna sjöl undanfarin ár. Þannig að sko mér vantar ekki sjal. Og ég er svona að reyna að breyta því þannig að ég geri hluti, mér langar svolítið að leggja áherslu á það að gera hluti sem mér vantar. Sem að ég veit að ég kem til með að nota. Ég er alveg með sjöl sem að mér finnst ofsalega fallega, ég bara nota ekki. Ég skilur það ekki. Í seinasta þætti var ég líka að tala peysuna sem ég byrjaði á hérna og var að prjóna þegar ég var á prjónagleðinni. Og mér vantaði garn. Ég kom með það. Ég fékk eina hespu hérna frá systraböndum. Þannig að nú get ég farið að klára það. Og ég er svolítið spennt fyrir því. Það verður gaman að klára þessa peysu. Ég fékk garn frá henni, ég held að það sé 3 ár síðan. Og ég byrjaði eitthvað að prjóna og þú veist, það varð ekkert úr því og ég byrjaði að prjóna eitthvað annað eða hekla eitthvað annað, það varð ekkert úr því. En núna ætla ég að klára og með því að fá þessa hérna í viðbót að þá á ég að geta gert svona einhverja stutterma peysu. Þannig að það verður æðislegt. Já, eins og ég var að tala hérna áður en ég fór á prjónagleðina þá þurfti ég að hafa eitthvað svona til þess að vera að gera í höndunum. Mér finnst voða gott á ferðalögum að hafa eitthvað bæði í flugi, í bíl
á hótelherbyggjum bara einhvers staðar og ég fór til Prag núna ég kom heim í seinustu viku, var í Prag í 5 daga og mér vantaði eitthvað verkefni til að hafa með mér og ég ákvað að hafa Hekluverkefni. Ég hugsaði að það væri svolítið gott að hafa svona það sem ég var að gera, bara hekla dúllur og ég átti fullt af garni. Þannig að ég spurði Berglindi og hún var til í að fá dúllupeysu. Ég gerði prufur á nokkrum dúllum sem ég sýndi henni og hún valdi svo úr hvaða dúllu hún vildi fá í peysuna. Og ég byrjuð, ég sem sagt tók með mér þá þetta og þetta ótrúlega þægilegt að vera bara að gera svona eina dúllu og þetta sem sagt allt í svona bláum litum. Bara leik mér af þessu, hérna. Ég kom með einhverjar 30-40 dúllur. Ég veit ekki alveg, ég held ég þurfi 80. Þannig að þetta ágætis verkefni svona þegar ég hef ekkert að gera. Eða yfir sjónvarpinu eða eitthvað. Svo sauma ég þetta bara saman. Og ég sé, láti hana jafnvel vera með mér í því að setja upp, hvernig dúllurnar eiga að vera, í hvað röðar eiga að vera. En það kemur í ljós. Ég ætla allavega að klára sem mest. Ég held ég reyndar þurfi að kaupa aðeins meira. Mér finnst mér vanti þennan hérna bláa lit. Þennan hérna. Og ég gæti trú að ég sem að kaupa eina í viðbót. Eina hespu í viðbót í einhverjum svona fallegum bláum lit. Og klára svo 80 stykki. Og athuga hversu langt það fer. Hvort að það sé ekki bara nóg. Sjáum til. Já, eins og ég var að segja þá finnst mér voða gott að hafa svona hekludót og vera hekladúllur einhvers staðar. Svona á ferðinni. Og ég hafði þetta með mér þegar við vorum í göngutúrum borgina. Þá hafði ég þetta með mér í poka. Af því að ég vissi að ég þyrfti ofta að setjast niður og hvíla mig. Ég svolítið í vandræðum með vinstra hnéð. Þannig að ég get ekki labba mikið í einu. Þannig að ég þarf að hvíla hnéð alltaf af og til. Og bjóst alveg við því að þurfa bara að segja mannum mínum að hér ætla ég bara að sitja í hálftíma eða eitthvað og hann gæti bara farið á rölt og koma svo bara aftur og pikka mig upp og þá ætla ég bara að sitja einhvers staðar og vera að hekla. En ég gat að mestu leyti gengið, náttúrulega stundum alveg sárkvalinn, en ég var bara merkilega góð. Þannig að þetta reddaðist. En ég satt svona sumstaðar og heklaði og eitthvað svoleiðis. Og eins og hótelið okkar var nálægt ánni, Moldu, og þar voru bekkir og svona og við fórum stundum bara þangað. Bæði áður en við fórum upp á hótel eftir göngutúr dagsins eða kannski á kvöldin eða eitthvað svoleiðis og þá fannst okkur voða notalegt að setjast þar á bekk. Þannig að ég satt þar stundum og heklaði. En þetta var ekki eina hekludótið sem ég tók með mér af því að ég að gera þessa peysu. Þetta líka silkigatt frá systraböndum sem ég fékk fyrir 3 árum líka því þá ætlaði ég aldeilis að gera 2 svona sumarlega peysur sem var svo ekkert úr. En allavega, ég sem sagt fór að gera svo þessa. Þetta svona bara opin peysa, bara svona golla. Ég var búin að hekla ermarnar og en þær, já, ég heklaði ermarnar í stykkjum en þær pössuðu ekki almennilega í ermaopið. Og ég fór í fílu og hendi þessu frá mér. Þannig að núna þá hugsaði bara neikonleg, nú klárar þetta. Þannig að ég rakti upp ermarnar og ég bleytti gatnið
af því að ég, já, ég ætlaði ekki að lenda í því sama og þegar ég var að prjóna þessa peysu, eins og ég var að tala um, þú veist, að uppbraki garn sem að var ekki búið að bleita og strekkja, að það er ekki, þú veist, það verður öðruvísi þegar maður er að vinna með það. Þannig ég bleitti það og þá var þetta bara eins og nýtt garn. Og ég ákvað að hekla bara ermina frá bolnum og niður. Og ég er nánast búin með báðar ermarnar. Ég er svona aðeins að ákveða hvaða sítt ég vil hafa á henni. Ermin er komin svona cirka hérna. Þannig ég er svona spökulur í því. Og ég þarf að prjóna, ég þarf að hekla meira hérna í bóðungana og hérna í hálsmálið. Ég veit ekki hvort ég ætli kannski að hekla eitthvað svona, eitthvað spes hérna neðan á bólinn og neðan á ermarnar. Ég er að hugsa það. Veit ekki alveg hvað ég geri. En ég held að það væri samt svolítið sætt. En allavega þessi er að verða búin. Og ég er að leggja svolítið áherslu á að ég sit svolítið við þetta og hekla, þannig að mér langar að klára hana bara núna fljótlega. Það er ekki það mikið eftir. Þannig að þetta verkefni klárast bráðum. Svo er ég með nokkur verkefni heima sem ég er að vinna í, sem ég oftar að klára. Peysur, meðal annars hönsistrikkpeysuna. Ég þarf að fara að taka hana upp og fara að gera ermar og svoleiðis. Já, þannig að það er alveg nóg verkefni. Þannig ég ætla að leggja svolítið áherslu á það núna að klára það sem ég hef byrjað á. Og það virðist alltaf takast hjá mér, allavega ég er búið með vettlingana. Ég er að klára silkipeysunar og svo eru nokkrar peysur eitthvað sem að ég á eftir að klára. Í vor fékk ég þá hugmynd að gera nálapúða í bolla og ég var búin að sýna ykkur þennan hérna sem ég var að prófa, sem að er bara svona hvítur bolli sem ég fann hérna upp í skáp. Og ég fann síðan gamla bolla. Þetta er svona það sem ég hafði hugmyndir um. Og það var að gera þetta í svona gamla bolla og hérna var ég að prófa að sauma svona. Og mér finnst þetta bara að koma svolítið skemmtilega út. Og ég er hérna með annan líka. Ég er ekki búin, ég hugsi setji meiri liti í og fleiri saumspor. En ég er svona að finna út hvernig ég vil hafa þetta. Og langar að prófa mig áfram. Og ég á svolítið af sléttflaueli, þannig ég var að taka hérna svona búta. Þannig ég ætla að prófa mig áfram með þetta. Alls konar liti sem ég get sett í svona bolla. Og ég var svona þá, eins og ég var að tala um daginn, að gera svona og selja eða jafnvel að halda námskeið í þessu. Ég er ekki alveg búin að ákveða hvort ég bjóði upp á námskeið í þessu. Það kemur í ljós. En ég held að, já, þetta er voða gaman að hafa svona hjá sér. En mér finnst þetta allavega að vera skemmtilegir nálapúðar. Það er alltaf gaman að skoða í öðrum löndum handafnupúðir og ég fann eina sem er þarna í verslunarmiðstöð og sá að hún selur DMC árórugarn. Ég nota það svo mikið hérna í útsem, bæði ég sjálf og á námskeiðum. Þannig að mér fannst ég þurfa að kaupa meira fyrir næsta vetur. Af því að ég var með 3 svona dalla hérna. Og þegar ég tók alveg fulla sko. Og þegar ég tók til núna í vor í þessum dallum að þá gat ég losað alveg einn. Þannig að það fer alveg slatti á námskeiðunum. Og ég hugsaði, já, ok, ég ætla að nota tækifærið ef ég finn
þetta gat úti, að þá ætla ég að kaupa aðeins til þess að fylla á, kaupa nokkra liti. Og ég fann og ég keypti, og hérna er mynd af herlegheitunum. Síðan vatt ég þetta upp á spjöld, svona, og þetta er það sem að ég keypti og setti svo hérna í líka þennan litla. Ég keypti þennan dall úti í búðinni og var svo sem ekkert, það var alveg pappir hérna yfir, þannig að ég hélt að þetta væri bara eins og gamli minn, sem er mjög þægilegur, en hann er ekki þannig. Ég veist þetta ekki nógu þægilegt. Sjáðu munninn. Þessir dallar eru miklu betri. Þannig að ég ætla að athuga hvort ég finni það einhvers staðar annars staðar. Þannig að það er eins gott ég keypti ekki fleiri en einn af þessum, af því að þetta fer svolítið í taugarnar á mér. En það er til gagn til þess að nota námskeiðinu. Það er bara frábært. Og ekki verra þegar maður kemst í svona aðeins ódýrara gagn. Þegar maður þarf að kaupa svolítið slatta, að þá skiptir þetta alveg máli. Ég kláraði að setja utan bók áður en ég fór út. Og hérna var ég að prófa að gera bara utan stílabók. Og ég gerði efni, setti þess að búta saman. Nei, ég setti það ekki saman, lagði það á annað efni og þræddi. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera eitthvað svaka munstur, blómamunstur eða eitthvað. Og þetta er alveg að gera sig. Ég langaði að prófa að gera þetta bara úr venjulegri stílabók. Og hér er ég með tvær sem ég á eftir að gera utanum. Mér finnst líka svolítið gott að vera að prófa svona nokkrar aðferðir og hafa þá sýnishorn því ég ætla að vera með námskeið í þessu næsta vetur. Og þá er hægt að velja sér hvað maður vill gera eða hvernig maður vill gera á bókakápuna. Þetta tekur alveg tíma, maður er alveg svolítið tíma að þræða þetta, en það er bara slökun í því. Skemmtilegt verkefni. Ég hafði samband við hana sem er með gistiheimili á Hvammstanga, þar sem ég var í vor með námskeið, og ég er búin að panta 2 helgar í október til þess að koma þangað með hóp af konum. Ég á eftir að finna út úr því hvernig ég ætla að hafa skipulagið, eða það er að segja hvort ég ætla að hafa aðra helgina eins og seinustu, þar sem að verður unnið með svona bókarkápur og svo eitthvað annað á hinni helginni. Ég ákveð það núna svona eftir sumarið, af því ég er að fara að prófa alls konar hugmyndir, en allavega þessar 2 helgar eru teknar frá fyrir mig. Ég er svo að fara að kenna í vetur niður í skóla, til að vera í 50% starfi og þannig að ég þarf að nýta svolítið vel núna sumari í laufinu, á vinnustofunni minni, til þess að prófa ýmislegt og vinna alls konar hugmyndir. Ég er með langan lista af hugmyndum sem ég á eftir að prófa. Þannig að það verður nóg að gera hjá frúnni í sumar. Já, en ég ætla bara að segja þetta gott í dag. Við sjáumst í næsta þætti. Takk fyrir að horfa.